Já, góðan daginn. Dag. Ég kom inn til þess að ná í ábyrgðarbréf. Já, og þú heitir? Lovísa Pétursdóttir. Já, ertu með tilkynninguna? Já. Gjörðu svo vel. Já. Heyrðu, Lovísa verður sjálfa að koma með bréfið? Já, ég er Lovísa. Ert þú Lovísa? Já. En þú ert... Eins og karlmaður. Já. Ég er nú orðinn dálítið þreytt að þessu. Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin í fjórða þátt okkar Fóstbræðra. Mig langar til þess að byrja þáttinn á því að þakka fyrir hönd okkar allra fyrir allan þann fjölda bréfa sem okkur hafa verið sendt. Okkur hafa borist bréf hvaðanæva af landinu og ég held að ég tali fyrir munn okkar allra þegar ég segi að þetta er búið að vera ánægjulegt að lesa þau og þið styðjið okkur virkilega með þessum bréfaskriftum. Mig langar svona bara upp á grínið að lesa brot úr einu bréfinu sem var stílað á mig og leyfi ykkur að heyra. Hilmi Snær, þakkaði kærlega fyrir þáttinn. Virkilega gaman að fylgjast með ykkur og þá sérstaklega þér. Því að þú ert ekki bara sætistrákurinn heldur kanntu líka að leika. Þakka þér. Jæja, en þetta er svona, það fylgir náttúrulega böggull skamrifi eins og alltaf og ég verð því miður að segja ykkur frá því að við vorum að telja saman bréfin og það hefur komið í ljós að það fá ekki allir jafn mörg bréf. Það er að segja að ég hef fengið flest bréfin eða 170 talsins, eitthvað svoleiðis. Benni hefur aftur á móti fengið öllu færri bréf og það sem kannski er mest svekkjandi er það að Jón Gnarr hefur fengið alveg sárafá bréf eða þrjú talsins. Þetta hefur valdið dálitlum hugaræsingi og særindum meðal okkar í okkar herbúðum og ég held að við finnum okkur knúna til þess að biðja ykkur hættið að skrifa okkur þessi bréf. Gerið það, þetta er búið að vera gaman en gerið það, hættið því. Við getum ekki haldið svona áfram til lengdar. Þetta gildir líka allan tölvupóst, e-mail, allt saman. Allavega hafið þau jafn mörg á mann ef þið þurfið að skrifa því. En við skulum ekki láta þetta gera okkur leið í kvöld. Hér er fjórði þátturinn, gerið svo vel. Jón minn, Það hefur lítið heyrst frá honum undanfarna áratugi en hann lifir í minningunni og er núna kominn aftur og hefur engu gleymt. Adolf Hitler, No Regrets, splunkunýr geisladiskur sem inniheldur 20 lög með þessum frábæra söngvara. And all I want to tell you, I say thank you for the music. Tryggið ykkur eintak í tíma. No Regrets, nýji geisladiskurinn frá hjartaknúsarunum Adolf Hitler, svíkur engan. Blessaður. Heyrðu, má ég tylla mér hérna hjá þér? Já. Takk. Býtu, hvaða stælar eru í þér? Jesús. Jæja, Dúlli, hvað segirðu? Bara allt þetta fína. Hvað? Er hann Gísli orðinn eitthvað merkikerti eða hvað? Hvað, af hverju? Nei, bara hann sat hérna, þar sem þú situr og ég settist hérna hjá honum. Og færi hann sig bara yfir á næsta borð eins og hann var greinilega eitthvað í nöp við mig eða eitthvað, sko. Hvað, sagðir eitthvað með hann? Nei. Þú ættir að skammast það. Nú, fyrir hvað? Pappans Gísla er nýdáin úr hárri elli
og þú vogar þér að valsa í öðrum í skyrtu sem nákvæmlega eins og skyrtan sem gamli kallinn átti. Sko, ég vissi ekkert þetta, sko. Gísli minn, fyrirgefðu, ég vissi ekkert þetta, sko. Guðmundur almáttugur. Sæll, Dúlli. Sæl. Sakar þú eitthvað mikið krútt svona beru ofan? Já, það ekki laust við að fara í svona hrollur mann. Það ekki til bara eitthvað sjóðbrennandi heitt kaffi á konunni, ha? Hvað? Hvað sagðirðu? Ég sagði bara sjóðbrennandi heitt kaffi getur nú alltaf skadað. Ljóti níðungurinn, maður. Pítur, hvað meinur það? Ég vissi ekki að pappina lendi í því að það heldust yfir að margir lítrar af sjóðandi heitu kaffi og hann dó samstundis. Ég trúi þess ekki. Ég vissi ekkert, sko. Þú ættir að skammast þín. Helga fyrirgefðu, ég vissi ekkert, sko. Ég fæ mér bara te. Býtu, hvað sagði ég núna, sko? Hvað sagði ég núna? Þú ættir ekki að strá salt í sárin. Hvað sagði ég? Vissir ekki að Eyvi ástandsbarn. Pappans var breskur hermaður sem að drakk te og hann var drepinn af nasistum í stríðinu. Guð minn almáttugur, hvernig átti ég að vita það? Ég vissi ekkert þetta, sko. Má ég ekkert segja henni eða hvað? Á ekki bara láta sauma fyrir munnin á mig eða hvað? Hvað sagðirðu? Láta sauma fyrir munnin á mér, sagði ég. Pítur, hvað? Mamma mín var saumakona og hún er dáin. Ég vissi ekkert það, skilur ekki. Jæja, kaffitíminn er búinn. Ég trúi þessu ekki. Þetta í síðasta skipti sem þú grætir samstarfsfólk þitt. Þú ert rekinn. Allir út að sprengja. Göngin bíða. Komið í sæl og blessuð. Ég hérna kominn og ekki ég allur enn. En góðan daginn. Og verið í sæl og blessuð. Ég þakka þeim sem hlýddu. Takk fyrir samstarfið. Herðu, við skulum bara hafa það á hreinu áður en að við byrjum að taka þessa myndir, sko. Að ég vil enga tilgerð, ég vil bara vera ég sjálfur og ekki setja upp eitthvað gervibros eða Já, allt í lagi, bara ef ekki hafa þetta samt svona líflegar og hressilega myndir að þér. Nei, ég ætla bara að vera svona eðlilegur, bara eins og ég á mér að vera og ég vil ekki neina tilgerð. Nei, ok. En hérna, var ekki til aðeins að svona aðeins vera beinn í bakinu aðeins lyfta þér upp hérna og bara búið í náðir inn í ramma? Nei, heyrðu vinur, sko, ég er alveg búinn að segja þér hvernig ég vil hafa þetta, skilur. Ég vil bara hafa þetta svona straight forward mynd, skilur. Já, ég meina, ég er aðeins að samt, sko, þú er aðeins að hjálpa mér, ekki? Ég meina... Mér ertu ekki lærður ljósmyndari, getur ekki tekið eina ljósmynd? Jú, ég ætla að taka þér fallega myndir, sko, ég reyna það. Hérna, hélt kannski þú vildir aðeins svona, kannski... En þú ætlaði að brosi nú fyrir mig aðeins. Nei, ég kemur ekki til mála ég brosi hér. Akkur ekki? Vegna þess að það mér finnst bara viðbjóðslegt að brosa, mér finnst það bara ógeðslegt. Hvað meinar þú? Akkur er það viðbjóðslegt og ógeðslegt að brosa, er það ekki gaman? Það bara fer mér ekki að brosa og ég ætla ekki að fara að gera það hér. Ég á ekki tilneitt bros, ég hef aldrei átt tilneitt bros og ég mun ekki eiga tilneitt bros. Það er bara end of line, skilur. Ok, ekkert mál. Bara alltaf skrítið, sko. Skrítið, þú komst inn þá einhvern veginn. Fannst mér að þú væri með típan sem ætti mjög fallegt bros. Hvað meinar þú? Nei, ég, víst.
ég er náttúrulega bara, maður er búinn að vera í þessum helvitis bransa þetta allan tíma, maður er svolítið farin að þekka inn á þetta, sko, hvernig típur fólk er, sko. Mér fannst svona eins og, nei, þú ert náttúrulega með rosalega sérstök og falleg og svona djúp augu, svona augu sem maður sér ekkert alltaf og þú veist, þegar maður sér svona karakterina, svona með svona augu, sko, eins og augna umgjörð, þá einhvern veginn, þá kveikir það svolítið í manni með það, sko, að þetta eru svona típur sem eiga mjög falleg og sérstök bros, svona. Þú veist, þessi bros er alveg samanlega, þessi bros eru oft mjög tilgerðileg en svona þessar típur af mönnum, svona, eiga oft mjög svona alvöru bros, skilur mig, það er svona bros sem maður sér ekki alltaf, svona sjaldgæf bros, svona, þú veist, það er eitthvað svona geislandi, eitthvað svona innri fegurð, eitthvað í þeim eitthvað svona gleði, sko, smitar út frá sér, sko, og mér fannst einhvern veginn bara, því ég veit ekki hvað, þetta er bara eitthvað svona undir meðutundin mín, eitthvað, og veist að þú væri svona maður sem bara einhvern veginn ættir til þessa innri, þú veist, þennan guðdóm einhvern veginn, þú veist, þegar einhvern veginn kemur bara eitthvað, það ljómar eitthvað í gegnum fólk, eitthvað frá öðrum heimi. Sumir eru bara opnið fyrir þessu, sko. Nei, heyrðu, sko, ég fell ekkert fyrir svona skítatrykkum, sko, heldur ég sjá ekki í gegnum þetta. Svona reyna að fá mig til þess að brosa, svona bladrandi eitthvað helvítis kjaftaði hérna, til þess að fá mig til þess að brosa. Þú veist, þetta er svona dæmigert, svona lási ljósmyndara trykk, sko, svona græna fugla og priki, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona opbóðslega lási, sko. Ég skal segja það þegar ég fór í, sko, fermingamyndina mér heima, sko. Það er, sko, hún er svona, skilurðu. Það er skásta myndin sem að mamma mín fékk vegna þess að ég brosi ekki, ég á ekkert bros til vegna þess að ég vil ekki brosa. Og svo taktu þessa helvítis myndina bara og ég vil bara fá eðlilega mynd. Já, ég er mjög ánægður með þetta, sko. Þetta er engin tilgerð, sko. Þetta er ég, sko. Þetta er ég. Ég heiti Lovísa Pétursdóttir og ég er 32 ára gömul kennslukona. Ég er ánægð í starfi og stunda líkamsrækt nær daglega. En ég hef þurft að líða mikið fyrir útlit mitt og ósjaldan lent í vandræðum. Nei, stopp. Þetta er ekki Ég heiti Lovísa Pétursdóttir og ég er kona. Nei. Jú, ég er hérna með. Þetta hefur verið mjög erfitt fyrir mig, en sem betur fer á ég skilningsríkan eiginmann sem tekur mér bara eins og ég er. Jæja, ertu komin, elskan? Já, elskan. Ef ég væri kona og væri hrædd að þið ráðist á mig, þá myndi ég alltaf geyma svona tússpenna í veskinu mínu, helst í einhverjum ógeðslegum lit. Og svo, ef það yrði ráðist á mig, þá myndi ég bara taka túspennan upp og krassa svona framann í árásarmanninn. Og svo, á meðan hann væri að þrífa það allt framann úr sér, þá myndi ég hlaupa hlæjandi í burtu. Æ, hann er alltaf svo sætur, þessi leikari. Sætur? Anthony Hopkins? Nei, þetta er ekki hann. Þetta er þessi svona, sem að lék í The Plumber? Já, Anthony Hopkins. Nei, það var ekki hann. Það var allt annað. Hvað hét hann? Það var eitthvað, K eitthvað? Já, kannski Anthony Hopkins. Nei, það var ekki hann. Það var víst hann. Nei, það var ekki hann. Það var víst hann. Nei, það var ekki hann. Það var víst hann. Ekki Það hann. var víst hann. Það var ekki hann, það var ekki hann, það var ekki hann, það var ekki hann, það var ekki hann. Víst. Allt í lagi. Sá vægir sem vitið hefur meira. Já, svo var þetta líka Anthony Hopkins. Reyndar ekki, en ég ætla ekki að ræða þetta frekar vegna þess að ég veit ég hef rétt fyrir mér. Nú man ég hver það var. Það var Calvin Klein. Meinar Kevin Klein? Já, Kevin Klein. Og hvað með hann? Það var hann sem lék í The Plumber. Nei, það var ekki hann, það var Anthony Hopkins. Kevin Klein. Anthony Hopkins. Kevin Klein. Anthony Hopkins. Kevin Klein. Anthony Hopkins. Kevin Klein. Anthony Kevin Hopkins. Klein. Kevin Anthony Klein. Kevin Klein. Hopkins, Allt í lagi, ég nenni ekki að rífast um þetta. Förum að sofa. Skæri. Skæri. Kokkertöng. Kokkertöng. Hefur þú séð myndina The Plumber? Já, með Kevin Klein. Yes, I have to speak to Hopkins himself. It's very urgent. Yes,
Hello, Mr. Hopkins? Yes, my name is Sigurður. I'm calling from Iceland. I'm a great fan of yours, and I loved you especially in the film Plumber. Yes, you did. You played. I was telling my wife about it. You played in that film. Yes, you did, Mr. Hopkins. I should know. No, it was not him. It was you, Mr. Hopkins. You played in that film. Don't you remember that? Don't you remember anything? Hello? Heyrðu, ég var nú að hugsa og svona sko rann upp fyrir mér að það var kannski Kevin Kline sem að lék þarna í þessari Plumber mynd. Ég var að rugla henni saman við aðra mynd, hérna Phenomenon. Rann einhvern veginn svona saman hjá mér. Já, Phenomenon með John Travolta. Nei! Phenomenon með Anthony Hopkins! Afsakið. Frábært að þú gæst rættað ókeypis miðum á sýningu. Já, einn af aðaleikurum vinur minn, sko. Yngvi Þeyr Erlingsson. Já, hann frábær leikari. Vinur minn. Jæja, byrja ballið. Yngvi alltaf saman með sig, sko. Blessaður, Yngvi. Það var eitthvað feiminn. Yngvi! Já, meðan ég man, Yngvi, kemur ekki örugglega á morgun klukkan 2? Það er gamli félagur. Gamli vinur. Jean, minn drúi þjónn, varðstu einhvers var? Kannski þrusk, kæri greifi. Vertu var þig, Jean. Ég finn lykt af svíni. Þú þrjótur sem hefur svíðirt gestkristi mína. Þú vildi kannski hitta á eftir. Ég ekki kynnt ykkur. Og rauk. Já, bara eftir sýninguna. Já, auðvitað við þurfum ekkert að trufla núna, nei. Hvernig bóið þér yfir? Yngvi, ég ætla að kynna þig hérna fyrir kærustunni minni. Sæl og blessuð, Yngvi Þeyr Erlingsson. Sæl, Helga. Þakkaði kærlega fyrir að bjóða okkur, Yngvi. Það var ekki eitthvað. Það stóðstu alveg frábærlega. Þakkaði fyrir og takk fyrir komuna. Ég ætla að fara að vinna. Já. Kemur það á morgun 2? Já, auðvitað. Já, þú verður að byrja þarna frá Hógaði þér. Þeir eru svona, koma og tala tætna. Já, byrja þetta. Býta hans. Ha! Hvernig vogið þér yfir? Þér berið á mig glæp sem ég hefi umkvæmt ríkt. Og þessi hringur hér til vitnis það. Ó, Guð, þetta mun vera hringur markreifans af Clodói. Hér mun þá vera Símon de Clodói, sonur baronessunnar okkar. Sá maðurinn. Við héldum að þú værir dáin.
lof mér að biðja þig fyrirgefningar. Heyrðu, Yngvi, passaðu þig, hann með byssu þarna á bak við þig. Hættan er liðin hjá, hættan er liðin hjá. Þú ert svolítið kallmannleg, Helga. Já, finnst þið það? Já, ertu lesbía? Nei. Hefur einhvern haldið að þú væri kallmaður? Nei. En hefur einhver haldið að þú værir kallmaður? Sigmundur. Já. Það er komið að þér, þú getur farið inn til hans. Já. Hann er dálítið skrítinn, þú lætur þér ekki bregða. Skrítinn, hvernig þá? Bara svona ekki eins og fólk er flest. Þú þarft samt ekkert að vera hræddur. Farðu bara inn til hans. Hvað ertu að reyna að segja mér? Æ, svo sem ekki neitt. Ég ætla nú ekkert að vera að baktala vinnuveitanda minn við umsækjanda, en ég ætla nú samt að undirbúða með það að hann er mjög skrítinn. Vægasagt, mjög skrítinn, þó ég segi ekki meir. Hvað ertu að reyna að segja mér? Ég er að reyna að segja þér það að hann er bara ekki með gott hjarta. Og ég myndi ekki treysta honum til að leiða lítið barn yfir læk án þess að drekkja því. Svo farðu varlega, væni minn, og Guð veri með þér. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, ég kom út af auglýsingunni. Hvað sagði hún mig? Hver? Kettlingin. Nornin hana frammi, sem er alltaf að baktala mig. Hvað sagði hún? Og ekki neitt bara, hún vísaði mér hingað inn. Þú lýgur því. Hún hefur náð til því. Ég veit nú ekkert hvað þetta tala um, ég er nú ekkert inn í eitthvað máli, ég er nú bara hérna að sækja um vinnu. Já. Við erum búin að kíkja á pappírana þína. Það virðist fyrir í lagi. Bara leiðilegt. Þú skulle hafa náð til því. Hún er ekkert náð neitt til mín eitt. Ég meina, ég hef bara hérna leitað mér að vinnu, sko. Jæja. Farðu þá fram og sæktu mjólk í kaffi og segðu mér síðan hvað hún segir. Mjólk í kaffi, já. Jæja, hvað sagði hann? Kallaði mig Norn? Nei. Bara með að ná í mjólk. Jæja, vilt ekki segja. Svo hann hefur þá náð til þín, helvítis djöfulsins rægitungan og framhjáhaldari. Hann er svo útsmoginn að þú áttar þig ekki á því fyrir hann er búinn að ná að menga þig og gera þig samdöðin af sínu skítlega eðli. Ég vil nú ekkert vera að blanda mér, sko, í ykkar mál. Ég er nú bara hérna að sækja um vinnu, sko. Ég er nú bara alveg hlutlaus. Áttaðu því að allt sem hann segir um mig er lygi. Heyrðu það? Það er lygi! Jæja. Hvað sagði hún? Svo sem ekki neitt. Ég skil. Alveg frosinn. Veistu hvað hún er kölluð? Ignis. Af því hún er svo frystikist í samskiptum. Þetta lýsir best þessum kvendjöfli! Má bjóða ykkur upp á Prins Póló með kaffinu? Já, takk. En hvað þú ert alltaf elskuleg. Takk. Veistu, við vorum að tala nefnilega um þig núna. Nú? Hann Sigmundur hérna var að segja að þið hefðu verið að spjalla svo mikið saman. Nú, jæja. Hvað varst þú að segja, Sigmundur? Svo sem ekki neitt.
En þið þurfi greinilega eitthvað að ræða ykkar mál því að það ganga bara hérna eiturgusurnar fram og aftur og þið baktalið hvort annað bara út og suður. Eiturgusur? Hvað slags ásakanir eru þetta? Pappa, hann er niður síðan. Hvers konar maður ert þú? Rætir hana Helgu hérna með legum? Það byrjaði þig að koma þér hingað út og koma aldrei aftur inn í þetta hús. Hefðu átt að átta maður þessu strax. Ég veit hver þessi maður er. Þetta er vist einhvers konar öfuguggi. Já, maður sá það nú alveg strax. Sérðu það hún aðeins þú þessum? Æ. Ebony, ivory, living in perfect harmonies. Ebony, ivory, living in perfect harmonies. Ebony, ivories, living in perfect harmonies. Ebonies, ivories, living in perfect harmonies. Dankeschön, Dankeschön. Takk fyrir. Komið í sæl og blessuð. Þetta sem ég er að segja núna er ekkert fyndið. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð veri með ykkur. Lifið heil! Það er ekki lust við að maður sé dálítið stressaður. Blind stefnumót. Loksins lét ég verða af því. Bara lét mig hafa það. Ringi stefnumótarlínuna og bara láta það vaða. Vonandi er hún falleg. Hvað ef hún er ekki falleg? Kannski forljót? Nei, hvað er þetta? Ég verð nú að gefa henni séns. Örugglega mjög falleg kona. Ó, ég sé þetta alveg fyrir mér, með langa fallega fótleggi og stór og falleg brjóst. Kannski með sítt ljóst hár og... Já, ert þú Guðmundur? Já, Já, ég er Lovísa og við áttum stefnumót. Jæja, þá er þessi þáttur búinn, en þó ekki alveg búinn, því að nú ætlum við að gefa ykkur áhorfendum tækifæri til þess að hringja í okkur í síma 515 6000 og segja okkur skoðanir ykkar á þættinum. 515 6000. Og þið megið byrja að hringja núna. Gjörðu svo vel. Já. Já, það er strax komin einhver á línuna. Já. Hæ. Já, hæ mamma. Já, takk. Takk fyrir. Já, þú ert ánægð. Það er gott. Það er gott að heyra það. Já, takk. Takk fyrir. Já. Ha, rauðu buxurnar? Já, nei, ég tók hann með mér. Já, var það? Já, nú, var hann ekki, vissum ekki að hann. Já, það er nú kannski... Já. Býta þess, ég er að tala um það. Jæja, það er nú... Já. Fleiri... Nei, taskan er í geymslunni hjá mér, sko. Í neðri hillunni. Það eru fleiri hlustandi, Sigurjón, við verðum að... Nei, mamma, þú ferð ekki að mála mitt herbyggi. Nei, alveg út annað. Heyrðu, má ég aðeins tala við mömmu mína hérna? Já. Já, auðvitað. Jú, er það ekki bara svín? Já, einmitt. Svínabóur, hann er mjög góð. Hvað er hann honum? Þú kokkar alltaf svo góðan svínabó. Sjóðum má, þetta er Óni, tala fyrir það. Þetta er Óni. Já, nei, hann var alltaf svo ruglaður. Gimmi, hvað er þetta? Við erum að tala um mömmu. Já, mamma mín. Takk fyrir að ringja. Já. Við sjáumst. Bless. Mamma. Alveg mörg.